Securitas leiðandi fyrirtæki á öryggismarkaðnum á Íslandi. Við erum akkúrat í dag að halda upp á 40 ára afmæli. Við rekum hér eina stærstu stjórnstöð á landinu þar sem við tengjum hátt í 14.000 heimili, 8.000 fyrirtæki. Stór partur hjá okkur flugöryggismál. Einnig erum við að selja búnað, allt sem varðar varnir heimila og fyrirtækja. Við köllum það svona á stafrænu vegamótum á síðasta ári þar sem við í fyrsta skipti innleiddum nýtt kerfi fyrir heimili og fyrirtæki. Þar vorum við að taka mjög stórt skref inn í framtíðina. Það eru svokölluð smartvæðing þessara öryggiskerfa. Þá sáum við það að við þyrftum örlitla leiðbeiningu því að við höfum verið með sama búnaðinn í nokkuð langan tíma. Svo okkur leist mjög vel á það að leita til ráðgjafateymis Advice. Við mátum það sem svo að það fyrirtæki væri í bestri stöðu til þess að átta sig á hvað væri að gerast í upplýsingatækninni, hver þróunin væri og það með hvaða hætti fyrirtækin ætti að takast á við það. Og við hófum þá vegferð í ágúst á síðasta ári og þá kom frábært ráðgjafateymi frá þeim og vann með okkur og við ákváðum að taka alla lykil stjórnendur okkar og starfsfólk inn í þá vinnu. Og þetta var ákaflega krefjandi vegna þess að yfirleitt fer maður og kaupir annarkvort nýjan hugbúnað eða ný tækni og innleiðara en þarna var byrjunin alveg frá að breyta innviðum fyrirtækisins. Við ætluðum að undirbúa það að breyta innviðunum þannig að við gætum aðlaga okkur nýrri tækni. En það sannarlega hefur sýnt sig á þessu ári og þegar við fórum að vinna út úr niðurstöðunni að við erum mun hraðari og við erum mun samstilltari. Mestu átökin var að breyta sjálfum sér það að hefðbundin gildi, hefðbundnar uppsetningar og hefðbundnir þættir, þeir myndu bara ekki gilda lengur. Og það erfitt að breyta 39 ára gamalli menningu. En með því að varpa ljósi á framtíðina, hvar þú vilt vera 2025, hvar þú vilt vera í framtíðinni og setja viðskiptavinnin í miðdepilinn, þá tókst okkur það, en ég viðurkenni það alveg, það tók á. Við vorum mjög gjörn að hlaupa eftir nýjasta eða bæta við nýju. Nú höfum við markað okkur tiltekna stefnu í upplýsingatækni innviðum og við höfum sett í sjálfu sér bæði öryggismál, meðferð upplýsinga, meðferð persónugreinanlegra upplýsinga. Við höfum sett á tiltekinn stall og það hvorki heimild, hvorki mér eða annara að víkja frá þeirri stefnu sem og það sem að þetta hefur í raun og veru þetta hefur róað mikið til asaganginn í okkur og semja leikreglurnar áður þurfum að tala það. Þannig að í sjálfu sér þetta hefur einfaldað fyrir okkur lífið. Fyrir utan þessa vinnu þá margt annað sem þetta hefur alið af sér svona sem affluent vöru. Við erum að vinna 4 mjög stór verkefni innandyra sem voru beint afurð þessara samstarfs en samhliða því hefur þetta ýtt okkur út í það að vinna til að mynda varðandi CRM-stefnu og stefnu sem að allir unnu einhvern veginn en nú erum við að gera með nákvæmlega sömu hætti og von mín það á svona hálfu ári þá munum við setja nákvæmlega sama kraft í þann hluta og þá erum við að fara að sjá þessa hluti tala saman en ég held að lykilatriðið fáðu réttan aðila til að vinna með þér.